Lengi langaði mér að fara út í sjálfstætt og stofna fyrirtæki en vantaði trú á sjálfan mig. Verkefnið fór af stað eftir ég upplifði hvernig fyrirtækið sem ég vann hjá kom fram við starfsfólkið. Þegar ferlið fór af stað þurfti að finna nafn. Mörg nöfn komu upp á yfirborðið en nafnið Raunsmiði kom upp vegna nafnsins Raun sem hefur margar merkingar. Með að veita starfsfólki aðgang að heilbrigðisþjónustu í gegnum fyrirtækið segi það að mat starfsfólks er mikið. Að styrkja atvinnustarfsemi þá eykst uppbygging fólks sem kemur með nýjar hugmyndir og er skapandi, til dæmis að flokka rusl. Það verður að lágmarka áhrif úrgangs og endurvinnsla eykst sem gerir það að verkum að það dregur verulega úr sóun efna. Í sambandi við reksturinn þá ákvað ég strax að fara í EHF. Það gerir það að verkum að eigin áhætta er lítil og hagnaður verður meiri. Þarna sá ég fram á að fá hagnað, þá er þetta besta leiðin. Ég sem stjórnandi get ákveðið allt svo að engar árekstrar verði og ég geti hugsað fyrirtækið og kúnnann á sem bestan hátt. Samstarfsaðilar. Góð samvinna er lykilaðili, eins og byggingarverslanir eða sérhæfð fyrirtæki skapar sterkan grunn fyrir báða aðila. Með formlegum samningi tryggir þú þér ekki aðeins hagstæðan afslátt sem bætir rekstrargrundvöllinn, heldur byggirðu einnig upp traust sambönd. Samstarfsaðilinn á móti getur treyst á stöðug viðskipti frá þinni hálfu. Þetta gerir kleift að skipuleggja betur og vaxa í framtíðinni. Lykilstarfsemin. Kjarni í okkar starfsemi er að veita framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini á öllum stigum. Við leggjum áherslu á opin, skilvirkan, persónuleg samskipti, þar sem lausnamiðuð nálgun er alltaf í fyrirrúmi. Með sérfræðiþekkingu og víðtækri reynslu að leiðarljósi veitum við ráðgjöf sem bæði hnitmið og innsæi, sem gerir viðskiptavini kleift að taka vel upplýstar ákvarðanir sem henta þeirra þörfum. Við erum drifin áfram að skapandi hugsun og nýsköpun og leggjum metnað okkar í alla vinnu náum við viðskiptavinum. Virðin. Það skiptir sköpum að samskipti séu ekki bara kurteis, heldur einnig byggð á virðingu og dýpri skilningi á því sem viðskiptavinur óskar eftir. Þegar viðskiptavinur ákveður að ráðast í byggingar eða breytingaverkefni er mikilvægt að veita skýrar og ítarlegar upplýsingar allt ferlið og hvernig framkvæmdin mun líta út í hverju skrefi. Með því að vera gagnsær og útskýra vel sköpum við traust öryggi. Að auki getum við bætt verðmæti með því að koma með frumlegar, gagnlegar hugmyndir sem getur hentað verkefninu. Tengsl við viðskiptavinin. Í nútímalegu samfélagi er samfélagsmiðlar ómetanlegt tæki til að auka sýnileika og ná til nýrra viðskiptavina. Með því að vera virka á Facebook, Instagram, TikTok með reglulegum og áhugaverðum færslum náum við til fjölbreytts hóps fólks með mismunandi áhugasvið. Stjöll, notkun myllumerkja og staðsetning hjálpa til við að auka dreifingu efnisins og ná til markhópa sem leita sérstaklega að okkar þjónustu. Samstarf við áhrifavalda sem hafa trúverðugleika innan okkar geira getur margfaldað sýnileikann og áhrifaríkan hátt. Á LinkedIn getum við byggt upp tengsl við fagfólk og fyrirtæki í tengslu við atvinnugreinum. Myndbönd og sögur eru grípandi en hefðbundinn texti og frá því meiri athygli. Heimasíðan þarf að vera notendavæn, sérstaklega í snjallsímum og auðvelt að finna upplýsingar. Auðlind. Hjá okkur eru hæfileikar og velferð starfsfólks ekki bara talið til auðlinda, heldur eru þau dýrmætasta eign okkar. Starfsmenn sem mæta brosandi og áhugasami til vinnu eru smitandi og hafa jákvæð áhrif allt í kringum sig. Andleg og líkamleg heilsa fólks skiptir okkur öllu máli. Við trúum því að enginn geti skilað sínu besta undir stöðu álagi þar til heilsa tekur að bila. Við leggjum því áherslu á að skapa vinnu umhverfi þar sem vellíðan er fyrir fyrirrúmi. Góður félagsskapur og samheldni á vinnustað gerir vinnudaginn ekki bara afkastameiri, heldur einnig skemmtilegri, enda eyðum við stóran hluta dagsins með vinnufélögum okkar. Traustir og vel viðhaldnir innviðir fyrirtækisins, tæki, hugbúnaðar eða ferlar eru nauðsynlegir fyrir hnökralausa starfsemi. Dreifing. Skilvirk dreifing er mikilvægur hlekkur í viðskiptakeðju okkar. Þegar framleiðslu er lokið, hvort sem að ræða sérsniðnar vörur eða fjöldaframleiðslu, tekur við ferli sem tryggt er að vörurnar nái til viðskiptavina á árangursríkan og öruggan hátt. Við bjóðum upp á sveigjanlegar dreifingarleiðir
allt eftir þörfum og óskum viðskiptavina. Það getur verið með okkar eigin vöruflutningum sem tryggt beina stjórn á ferlinu eða viðskiptavinur sækir vöruna sjálfur til okkar og getur verið hagkvæmur valkostur fyrir marga. Við leggjum áherslu á að finna leið sem hentar hverju sinni, best að tryggja ánægju viðskiptavina og hagkvæmni í rekstri. Viðskiptavinurinn. Oft horfa stærri fyrirtæki fram hjá einstaklingum og smærri fjölskyldum sem viðskiptahópur. Þar opnast einstök tækifæri fyrir okkur sem minna fyrirtæki til að skara fram úr með persónulegri og betri þjónustu. Við trúum því að litli viðskiptavinurinn sé jafn mikilvægur og svo stóri. Með því að hlúa vel á þörfum hans, veita framúrskarandi þjónustu og byggja upp traust samband, getur orðsporið okkar breiðst hratt út og styrkt stöðu okkar á markaði til muna. Þannig verða ánægðir einstaklingar og fjölskyldur að mikilvægur samtalsmönnum okkar. Kostnaður. Fastur kostnaður er óhjákvæmilegur hluti af rekstri hvers fyrirtækis. Þar á meðal útgjöld eins og bílar, laun og innkaup á nauðsynlegum efnum. Þetta er kostnaðarliður sem við getum ekki einfaldlega sniðgengið. Hins vegar trúum við á hámarka nýtingu þess kostnaðar með snjöllum aðgerðum. Til dæmis með því að skipuleggja bílaferðir vel og samnýta þar þegar mögulegt er. Skipuleggja vinnuflæði þannig að færri og skilvirkar innkaupaferðir séu nauðsynlegar. Og með því að deila verkfærum og búnaði milli ólíkra verkefna. Með því að vera kostnaðarmeðvituð í öllum okkar aðgerðum getum við bætt arðsemi og boðið viðskiptavinum okkar upp á samkeppnishæf verð. Tekjurnar. Sterk tekjuöflun byggist vel á skilgreindu og framkvæmanlegri viðskiptastefnu. Sala á gæðaefnum og vönduð þjónusta er grunnurinn að traustum tekjustreymi. Við leggjum áherslu á að bjóða upp á lausnir sem skila raunverulegu virði og mæta þörfum viðskiptavina á áþreifanlegan hátt. Markvisst markaðsstarf á stafrænum miðlum er nauðsynlegt til að ná til breiðara hóps og auka sýnileika. Samhliða því er mikilvægt að byggja upp persónuleg tengsl við viðskiptavini. Við traust og góð viðskipti eru lykillinn að langtíma viðskiptasamböndum. Við nýtum samfélagsmiðla til að ná til markhópa, deila þekkingu okkar og sýna fram á sérfræðiþekkingu á okkar sviði. Svotgreiningin. Styrkleikurinn. Ég er mjög hugmyndaríkur, kemur hugmyndir og útfærslur ef viðskiptavinur er óákveðinn. Veikleikinn. Minn veikleiki er aumingjagóður, vil hluti aftur sem hafa verið gerðir rangir og held svo áfram, án þess að láta starfsmanninum laga eftir sig og læra af mistökum. Ógnanir. Þegar viðskiptavinur ákveður í miðju verki að breyta útfærslu og færa til staðsetningu á hluti sem búið er að gera, það seinkar verkinu. Tækifæri. Litli kúnninn er jafn mikilvægur viðskiptavinur og hver annar. Með því að sinna honum var spest út af milli fólks og vina og nágranna. Viðskiptavinurinn. Öll heimili þurfa aðstoð við breytingar og jafnvel að laga sem skemmst hafa. Ný gleri í húsi breytir miklu, sólpallur fyrir utan, loka svölum, innrétting og svo framvegis. Ég er ábyrgur og traustur smiður sem ber mikinn hag fyrir fólks. Ég er raunsær og það er ekkert of flókið. Ef það er eitthvað nýtt fyrir mér, þá finn ég lausn. Fólk á að eiga jafn möguleika á að njóta eigin hæfileika sín óháð kyni. Með jafnrétti sínum að fordæmd annarra að hjá fyrirtækinu eru allir jafnir og metnir jafn til þekkingu og getu. Ég er 50 smiður sem unnið í greininni lengi, fyrir launþegi og sé margt sem ég líkar ekki við. Þessa reynslu mun ég nota sem stjórnandi svo að fyrirtæki blómstri, starfsfólki er mín fjárfesting í fyrirtækinu og geri þeim vel og hugsa vel um það, fæ ég margfalt tilbaka. Fyrirtæki framúrsækið, nýgugjarn, reynsla og þekkingu er mikil. Ef þú ert óviss hvað útfærslu þú vilt, þá kem ég með útfærslu og nýjar hugmyndir af þínu sviði.